Ég vissi alltaf hvað ég ætlaði að læra, sko. Það var bara jarðfræði, ekkert annað, sko. Það sem ég hef alltaf reynt að gera í mínum vísindum og predika fyrir nemendum mína, það er að horfa á fegurðina í vísindunum. Þetta er pínlítið svo ljóð eða fallit listaverk þegar þú sérð samhengi hlutana. Sko með doktorsnefnum mínum og samstarfsmönnum þá hef ég séð náttúruhamfarir og náttúru Íslands, náttúru heimsins í einhverjum fallegasta búningi og þeirra skelfilegasta búningi. Til dæmis í Eyjafjallajökulsgosinu, þegar að þú farið við kannski 1200 gráður, þegar að kvikan kemur úr gosopinu, þá er þetta 1200 gráður, svo eins og til dæmis gerist í Grímsvötnagosinu, þá fer þetta mjög hratt upp í 10 km hæð, eða 30.000 fet, þar sem að þoturnar eru að fljúga. Þar er hitastigið -50 gráður. Þá er gasefni og gas og málmar, þau þéttast á gjóskukornunum og þá myndar svona örþunna filmu utan á gjóskunni. Þegar gjóskan fellur til jarðar, þá leysast þessi sölt sem eru orðin á svona húð utan á gjóskunni snarlega og þá losna á læðingi, geta verið rosalega mengandi efni, það getur líka verið áburðarefni. Það fer allt eftir í hvort að þessi gjóska fellur segjum í litla tjörn, grunna tjörn, þá getur drepið allt líf í tjörninni. Ef að þessi gjóska fellur á sjóinn, þá getur hann haft rosalega mikil áhrif á gróðurinn í sjónum. Í Eyjafjallajökli, þá voru svo heppin á gjóskan sem kom þar og stoppaði alla umferðina, loftumferð bara í Vestur-Evrópu, að hættulegustu efnin vöskuðust í vatnið upp í gígnum, út af það var vatn í snertingu við gjóskuna og þá voru þetta bara fyrst og fremst svona góð áburðarefni sem að nýttist gróðurinnum allt í kringum Eyjafjallajökul. Það var kali og kalsíum og pínlítið fosfór og það var ekki mikið sýra í þessu. Síðan á seinni pörtum þegar að vatnið hætti að koma inn í gíginn, það var að samskonar kvika sem kom áfram en út af því að þá komst hún upp og síru gaskvikunar náða þéttast utan á kornunum og myndi eins og 1 nanómetra þykkan húð utan á gjóskuna. Þegar þessi gjóska féll í litla læki, þá sýrði það og þar losnuðu mikið af mengunarefnum. Og þessi sýri hefði sýrt og mengað umhverfið, en þá er gjóska sem kom undan, hún er eins og bólusetning, hún hlutleysir það. Þegar að Hekla gís, að þá fá alveg rosalega mengun. Það Hekla með svo mikið af þessum málmum og með flúor og fleira að gjóska í gegnum söguna frá Heklu og hún er alltaf hættuleg. Ísland er gert af meira en 90% basalti. Veðrun þess þegar að vatn rignir á basaltið, þá hefjast efnahvörf og basalt tekur upp koltvíoxíð. Og veðrun Íslands bindur 3 milljónir tonna af koltvíoxíð á ári. Það er meira heldur en losun allra Íslendinga. Ef að ykkur er þetta vegna við mennirnir eða náttúruhamfarir losa ofboðslega mikið koltvíoxíð til andrúmslofts, þá hlýnar á jörðinni. Við það getur vatnshringrásin, það leysist meira koltvíoxíð í vatni í rigningu, það fellur á meginlöndin og það verður miklu meiri veðrun og þá lækkar koltvíoxíð og þá kælist jörðin. Þetta er svona innra termostat jarðarinnar og þess vegna er jörðin byggileg. Vegna þess við þurfum koltvíoxíð til þess að geta lifað hérna, við þurfum bara rétt magn af því og þetta hefur temprast að þessum veðrunarferlum. Koltvíoxíð í andrúmslofti á jarðfræðilegum tímakvarða, það eru að tala um milljónir ára, stjórnast af veðrun. Veðrun þessara bergtaka eins og basalts. Segjum svo að það verður risagos eins og Dekkanbasaltið þegar myndast í Indlandi. Þá losnar ofboðslegt magn við þessu risagosum til andrúmsloft á skömmum tíma. Síðan tekur að veðrun jarðarinnar það bil 1.000.000 ár að nema þetta hægt og bítandi úr andrúmslofti og binda því í steinum og til milljónir ára. Við fórum áður en Kárahnjúkavirkjun var byggð, þá fengum við 5 ára tækifæri til að mæla áhrif loftslags á veðrun á öllu Norðausturlandinu. Við vöktum allar átnar mældu rennslið og þá gátum við svara því eftir við fengum þessu gögn, ef að loftslag á jörðinni hækkar 1 gráðu, hvað hraðar það veðrunu mikið?
Út af við þurfum að geta sett þetta inn í reiknilíkön, hvar gerir veðrunin? Getur bara veðrunin bara unnið þetta niður þar sem við erum að losa auka til andrúmslofts. En það gerir það ekki, veðrunin, hún vex og við náðum að negla þetta niður í þessum rannsóknum og það er mjög mikið framlag og það er líka hópur vísindamanna á Veðurstofunni og vatnamælingum sem vann með okkur og fleiri, að við náðum að sjá, ef þú hækkar 1 gráðu þá hraðast veðrun 15%. Og veðrun á jörðinni bindur 0,5 gigatonn af koltvíoxíði á ári. Maðurinn í dag, hann losar 40 gigatonn á ári. Þannig öll veðrun á bergi á jörðin, hún næri ekkert að stemma stigum við þessari hækkun. Þannig við verðum að grípa til einhverja ráða. En þetta er mjög mikilvægt framlag að hafa mælt viðbragð veðrunar á jörðinni við hækkandi loftslagshita. Við þurfum að til þess að vera kolefnishlutlauss 2050, að þá þurfum við að minnka losun til andrúmslofts, en það bara dugar ekki. Við verðum þá að taka koltvíoxíð sem kemur úr orkuverum, kolaorkuverum, gasorkuverum og svo framvegis. Iðjuvörum eins og álverunum og kísilífuna hérna á Íslandi, fanga það og koma þeir niður í jörðina og binda það þannig að það fari úr kolefnishringrásinni að minnsta kosti 500 eða ekki 1000 ár. Við tökum gas úr útblæstri orkuvera og föngum það, leysum upp í vatni, dælum þau niður í jörðina og búum til steina úr því. Og þetta hefur eitt svona snar þáttur í rannsóknum okkar og rannsóknum hópsins. Það er mengun umhverfisáhrif af eldgosum, það er veðrum basalts og þáttur þessi kolefnishringrás á jörðinni og hvernig það tengist loftslagi, og svo loftslagslausnin sem að Carfix hópurinn, eða semst rannsóknarhópurinn hefur með, sem er þá að finna af varalegu lausnum, hvernig við getum tekið koltvíoxíð úr útblæstri orkuvera, beint úr andrúmslofti og bara gas í grjót.